Góðan daginn, ég heiti Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins og ég og Steinar Páll Magnússon ætlum að fara með ykkur í gegnum skýrslu sem að eftirlitið birti 27. september 2013. Skýrslan ber titilinn tíndi áratugurinn framundan, öflug samkeppni lækna stöðnun. Ef við drögum saman svona megin kjarnan í skýrslunni þá hann sá að þessi staða sem að atvinnulífið í, það að segja lítil arðsemi og framleiðni, sérstaklega í innlenda þjónustugeiranum, kallar á sérstaka árverkni. Það ásamt með ógagnsæi og flóknu eignarhaldi fyrirtækja kallar á stöðnun sem að auðvitað hlýst líka fleiri þáttum í efnahagslífinu og sú stöðnun minnir óþægilega mikið á kreppuna í Japan 1990 og tíman þar á eftir sem oft hefur verið nefndur týndi áratugurinn. Efnisyfirlit skýrslunar segir líka svolítið kjarnan í henni. Á eftir inngangi kemur kafli sem heitir fyrstu umferð endurskipulagningar að ljúka. Þriðji kafli afleit arðsemi fyrirtækja í innlenda þjónustugeiranum. Fjórði kafli óskýrt eignarhald veldur áhyggjum og síðan að lokum fimmti kafli nauðsyn að opna markaði og efla samkeppni. Samkeppniseftirlitið hefur lagt sig eftir því að fylgjast með þróun atvinnulífsins eftir hrun og þessi skýrsla þriðja í röð svona sambærilegra skýrslna sem greina frá sambærilegum athugunum og þarna verið að afla gagna frá 120 stærstu fyrirtækjum landsins sem starfa á 14 atvinnugreinum. Steinar Páll, segðu okkur aðeins nánar frá þessu. Já, þau fyrirtæki sem allir grundvallar í þessari rannsókn standa undir það bil 40% af rekstrartekjum allra fyrirtækja íslensku hagkerfi að undanskildum orkufyrirtækjum. Skil á ársreikningum og svarhlutfall netkönnunar var 100% en við eigum alla ársreikninga allra fyrirtækjana frá og með árinu 2007 til og með ársreiknings 2012. Auk ýmissa sjónarmiða sem að bankar, lífeyrissjóðir og stjórnendur fyrirtækjana hafa lagt fram hér bæði formlega og óformlega. Með þessari skýrslu og hinum tveimur sem að nefndar voru hér áðan Samkeppniseftirlitið meðal annars að varpa ljós á það hvort að þær aðgerðir sem að eftirlitið sjálft hefur gripið til hafa skilað árangri en líka varpa ljós á það hvort að sú stefnumörkun sem við höfum lagt fram og mælst til þess að önnur stjórnvöld og aðilar í atvinnulífinu fylgdu hafi náð fram að ganga. Við byrjuðum að skrifa leiðir til þess að komast út úr hruninu strax á fyrstu vikum hrunsins og höfum gert það reglulega síðan eins og þessi síða skýrslunar gefur til kynna. Eitt af því sem að við höfum gert að við höfum beitt okkur gagnvart yfirtökum banka á fyrirtækjum. Það gerum við með því að taka kaup banka á fyrirtækjum til athugunar í samrunamálum og við höfum á grundvelli þeirra athugana sett skilyrði þar sem við erum að reyna að hraða því ferli að bankinn losi sig út úr eignarhaldi á fyrirtækjum í óskyldum atvinnurekstri og setja reglur eignarhaldið á meðan að þetta óheppilega ástand ríkir. Reglur sem að í kjarnanum snúast það að fyrirtækin séu áfram sjálfstæðir og eins öflugir keppinautar á viðkomandi mörkuðum eins og nokkur kostur Við teljum að þetta starf
hafi skilað talsverðum árangri og hægra megin á síðunni hér má sjá að af 35 íhlutunum á árunum 2010 til 2013 er 26 þeirra lokið. Í þeirri vinnu sem að lýst var hér að framan þá höfur Samkeppniseftirlitið leitast við að gefa skýr skilaboð. Þau eru að finna á þessari síðu, kjarna þeirra. Í fyrsta lagi teljum við og höfum talið allan tíman að einungis ætti að koma rekstrarhæfum fyrirtækjum til bjargar. Í annan stað þarf að draga úr skuldabyrði. Samkeppnislög má ekki nota til þess að hindra þá hreinsun sem að nauðsynleg er í atvinnulífinu. Í þriðja lagi verður að reka fyrirtæki undir yfirráðum bankana á eðlilegum arðsemisgrundvelli. Það er forsenda þess að samkeppni geti verið heilbrigð. Í fjórða lagi þarf að koma fyrirtækjum undan yfirráðum bankana hið fyrsta. Það við leitast við að gera meðal annars með tímamörkum í eignarhaldi. Í fimmta lagi á að reka fyrirtæki undir yfirráðum banka sem sjálfstæða keppinauta og að síðustu verður alltaf í þessari vinnu og framkvæmd þessara stefnumörkunar að taka hagsmuni neytenda og samfélagsins fram yfir hagsmuni einstakra fyrirtækja. Víkjum nú að öðrum kafla skýrslunnar. Það er strax í upphafi rétt að rifja upp að fyrir bankarunnið var atvinnulífið afar skuldsett og fyrirtæki illa í stakk búin til þess að takast á við fjármálafall. Ef að hort er til þessara fyrirtækja sem að hér eru til skoðunar þá má sjá á þessari síðu að staða fyrirtækjana var að jafnaði þegar orðin nokkuð veik. Allar atvinnugreinar voru þarna mjög skuldsettar árið 2007 og mikill meirihluti lánsfjármögnunar í erlendri mynt. Veiking krónunnar hafði því mikil áhrif á fjárhag þessara fyrirtækja. Afleiðingar bankahrunsins sjá síðan vel á vinstri hlið þessara síðu. Það er að segja eigið fé nánast þurrkaðist út, skuldamarkvaldarar ruku upp. Með bankahruninu og gengisfalli krónunnar var staða flestra fyrirtækja óviðráðanleg. Landsframleiðsla dróst saman það bil 10% í kjölfar hrunsins og fjármunamyndin dróst saman rúmlega helming. Atvinnugreinar hafa orðið misilla úti við hrunið og meðan eftirspurnin í sumum greinum er algjörlega hrunið hafa ákveðna greinar notið góðs af gengisfalli krónunnar svo sem sjávarútvegur. Hársreikningar fyrirtækja tóku miklum stakkaskiptum við hrunið en í kjölfar þess þá dróst EBITDA saman það bil helming og veltan dróst saman það bil 20%. Þessar breytur hafa þó heldur tekið við sér í kjölfar hrunsins. Ef við horfum til efnahagsreikningsins þá sjáum við að efnahagsreikningun hefur minnkað það bil 20% og gerðist það strax í kjölfar hrunsins árinu 2009 en athyglisvert er að sjá að efnahagsreikningun hefur verið tiltölulega stöðugur síðan. Fyrstu umferð endurskipulagningar stærri fyrirtækja er nú að mestu lokið eins og þessi síða gefur til kynna. Af þeim 73 fyrirtækjum sem að þurftu á endurskipulagningu að halda hafa 63 fyrirtæki farið í gegnum þá endurskipulagningu. Vondu fréttirnar eru hins vegar að staða margra þessara fyrirtækja er ennþá mjög slæm. Af þessum 63 fyrirtækjum sem hafa farið í gegnum endurskipulagningu eru 27 ennþá í mjög slæmri stöðu. Fjárhagsstaðan er metin með þeim hætti að vegin EBITDA síðustu 2 ára
er margfölduð með áætluðum EBITDA margfaldara viðkomandi atvinnugreinar og vaxtaberandi skuldir dregnar frá. Sé útkoman úr því neikvæð er fjárhagsstaða fyrirtækisins flokkuð sem slæm þar sem virði hlutafjár slíkra fyrirtækja er ekkert. Þess ber þó að geta að þessi mælikvarði átti ekki alltaf við og í þeim tilfellum sem að mælikvarðin átti ekki við uppfærðu við stöðuna samkvæmt því. Á þessari síðu sést glöggt að fyrstu umferð endurskipulagningar er í raun lokið. Einungis 10 fyrirtæki eru eftir af þessum 120 og eru það frekar minni fyrirtæki sem eru eftir. En auk þess þá viljum við geta þess að dómur Hæstaréttar frá því í júní 2012 er varðar vexti á gengistryggðum lánum. Áhrifa þessa dóms á eftir að gæta í ársreikningu fyrirtækja og hans mun vantarlega gæta í ársreikningu 2013 en þeir sem að njóta góðs af þessum dómi eru ekki einungis fyrirtæki sem að eru í skuldavandræðum heldur einnig fyrirtæki sem að þurftu ef til vill ekki á slíkri leiðréttingu að halda. Könnun Samkeppniseftirlitsins á meðal stjórnenda fyrirtækjanna leiðir í ljós að hægt hefur á bata efnahagslífsins sem rímar vel við samdrátt í hagvexti. Athyglisvert er að sjá að sömu stjórnendur eru neikvæðir nú og fyrir ári síðan og eru það einkum stjórnendur fyrirtækja í innlendum þjónustugeira. Mat stjórnenda fyrirtækjana rímar einnig vel við mat okkar á fjárhagsstöðu fyrirtækjana en mjög hægt gengur að vinda ofan að slamri fjárhagsstöðu fjölmargra fyrirtækja. Víkjum þá á þriðja kafla. Þessi síða varpar skýru ljósi á erfiða stöðu margra fyrirtækja sem að tóku þátt í könnuninni. Rúmlega þriðjungur fyrirtækjana 120 er með arðsemi undir stýrivöxtum Seðlabanka Íslands. Það má því ætla að eigið þessara fyrirtækja minnki nema arðsemi þeirra aukist. Og það er líka ljóst að við endurskipulagningu bankana á fjármagnsskipan fyrirtækjana var byggt á talsverðum væntingum bætta arðsemi. Arðsemi fyrirtækjana er mæld þannig að hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta er deildur upp í það fé sem bundið er í rekstrinum, óháð því hvort fyrirtækið er fjármagnað með skuldum eða eigin fé. Það er að segja, við erum að mæla hversu miklum arði fyrirtæki skilar óháð því hvort það sé eigandi þess eða lánadrottnar þess sem að taka við þeim arði. Mælikvarðin sem við notum samsvarar mælikvarða sem kallað er Return on Capital Employed í fjármálafræðum. Á þessari mynd sjáum við dreifingu og arðsemi íslenskra fyrirtækja en augljóst er að í samanburði við skráð evrópsk fyrirtæki er arðsemi íslenskra fyrirtækja ýmist jökla að eyra. Þetta bendir til þess að bókfært verð eigna íslenska fyrirtæki sé langt frá markaðsvirði þeirra og aðlögun efnahagsreiknings að breyttu umhverfi sé hvergi nærri lokið þar sem verð eignanna endurspeglar mjög illa hæfi þeirra til að skila arði. Athyglisvert er að skoða arðsemi fyrirtækjana eftir því hvort þau fóru í endurskipulagningu eða ekki. En þeir fyrirtæki sem að þurftu ekki á endurskipulagningu að halda eru almennt með nokkuð góða arðsemi á meðan arðsemi endurskipulagðra fyrirtækja er almennt mjög lág. Þegar arðsemi fjármagns íslenska fyrirtækja er borin saman við fjármagnskostnað þeirra koma að ljós athyglisverðar tölur en arðsemi fjármagnsfyrirtækja er hér metin sem 10% en það mat byggir á greiningum ýmissa greiningaraðala á íslensku fyrirtækjum. Óvissan hér er auðvitað mikil en þó ákváðum við að nota 10% sem ákveðin útgangspunkt hjá okkar greiningu. Sé 10% arðsemi fjármagns útgangspunktur í okkar greiningu kemur í ljós aðeins 30% endurskipulagðra fyrirtækja ná því marki en rúmlega helmingur fyrirtækja sem þurftu ekki endurskipulagningu. Það er mikilvægt að skoða einstaka geira
í atvinnulífinu sem að þessi 120 fyrirtæki starfa á. Í vinnu samráðsvettvangs aukna hagsæld var atvinnulífinu skipt upp í 4 geira: innlenda þjónustu, opinbera þjónustu, auðlindageirann og alþjóðageirann. Og hér kjósum við að skoða aðeins nánar innlenda þjónustu sem að ber 34% af framleiðslu og 40% af vinnuafli, og bera saman við auðlindageirann. Þar undir eru sjávarútvegsfyrirtæki, fyrirtæki tengd sjávarútvegi og ferðaþjónustu fyrirtæki, en auðlindageirinn ber 30% framleiðslunar og 15% vinnuaflsins. Og þegar að þessir geirar eru bornir saman hér hægra megin á síðunni, þá sést að staða þessara tveggja geira er mjög ólíkur. Innlendi þjónustugeirinn stendur miklu verr, og það má eiginlega segja að hagkerfið skiptist í raun í tvennt: auðlindageirann sem gengur vel og innlenda þjónustugeirann sem gengur illa. Arðsemin í innlenda þjónustugeiranum er í mörgum tilfellum ekki sjálfbær og veginn meðal arðsemi hans innan við stýrivexti Seðlabanka Íslands. Á þessari síðu sést glöggt í hversu slæmu málum endurskipulögð fyrirtæki innlenda þjónustugeirann eru, en helmingur þeirra fyrirtækja er í slæmri fjárhagsstöðu, sem merkir það að eigið fé fyrirtækjanna er ekki neitt og hlutafé einskis virði. Og þetta sýnir okkur glöggt að væntingar bættan hag hafa ekki gengið eftir á meðal þessara fyrirtækja. Þessi síða lýsir því líka ágætlega að endurskipulögðu fyrirtækin eru enn í mikið verri stöðu heldur en þau fyrirtæki sem að ekki þurftu á endurskipulagningu að halda. Þetta er athyglisvert vegna þess að margir hafa orðið til þess að benda á ósanngirnina sem í því felst að velreikin fyrirtæki þurfa að sætta sig við að illa reknir keppinautar fái skuldaniðurfellingu. Sú gagnrýni á að sjálfsögðu rétt á sér, en þessar tölur benda til þess að þessi sanngirnisvandi virðist minni af afvelátið, en það standa endurskipulögð fyrirtæki ennþá almennt verr. Sjóðstreymi fyrirtækjana á tímabilinu 2009 til 2012 sýnir að frekar er verið að draga úr umsvifum margra þessari fyrirtækja, en fyrirtækin eru orðin nettó uppgreiðendur til eigenda sinna og banka. Það er að segja að það er verið að taka meira fé út úr fyrirtækjunum heldur en að vera að setja inn í þau. Fjárfestingar fyrirtækjana nema það bil afskriftum fasta fjármuna á þessu tímabili, en þess ber þó að geta að fjárfestingin hefur þá lítillega verið að aukast frá árinu 2009. Athyglisverðast þótti okkur þó að fjárfesting innan sjávarútvegs var svipuð og fjárfesting annars staðar í hagkerfinu, þrátt fyrir mjög góða arðsemi greinarinnar, og hlýtur það að vera töluvert áhyggjuefni að ekki hefur tekist að koma fjárfestingu af stað þar. Víkjum nú að 4. kafla skýrslunnar, óskýru eignarhaldi. Það er umhugsunarefni hversu litlar breytingar hafa orðið á fyrirtækjum eftir hrun, bæði hvað varðar skipulag þeirra og eignarhald. Fá fyrirtæki hafa farið í gjaldþrot og mjög fá fyrirtæki horfið að markaði. Það er líka þannig að bankarnir hafa kosið að vinna mjög mikið með eigandum við endurskipulagningu. Það er í fáum tilvikum til þess að gera sem að eigendaskipti hafa átt sér stað með við það sem að vænta mátti við þær aðstæður sem hér hafa verið. Þetta er umhugsunarefni að mati sanngirniseftirlitsins. Þessari síðu má sjá að dregið hefur úr beinu eignarhaldi bankana á milli árana 2011 og 2013.
ef að hort á hægri hluta síðunar þá sést nú samt að bankarnir hafa ennþá býsna mikla ráðandi stöðu í stærri fyrirtækjum. Með ráðandi stöðu þá átt við bæði þá beint eignarhald bankana á fyrirtækjum en þá að viðbættum félögum með neikvætt virði hlutafjár. Þetta á ekki síst við innlenda þjónustugeran, samanber bláu súluna lengst til hægri. Lífeyrissjóðirnir hafa síðan verið að bæta við eignarhald sitt, farið úr 9% 2011 í 14% 2013. Við fengum upplýsingar frá 16 lífeyrissjóðunum beina og óbeina hlutdeild þeirra í hlutafé íslenska fyrirtækja. Þeir svöruðu allir þessari fyrirspurn nákvæmlega og í ljós kom að þeir eiga samtals 160 milljarða króna í hlutafé 88 fyrirtækja og 14 sjóða. Og til að átta sig á umfangi þeirra á íslenskum hlutafjármarkaði þá má geta þess að þeir eiga þriðjung skráðra hlutabréfa á Nasdaq OMX Kauphöll Íslands. Samkeppniseftirlitið hefur vaxandi áhyggjur af óskýru eignarhaldi fyrirtækja á Íslandi og skorti á eigandaaðhaldi sem að því getur hlotist. Við sjáum að lífeyrissjóðir eru að auka við hlut sinn í eignarhaldi fyrirtækja og þeir verða í fyrirsjáanlegri framtíð fyrirferðarmiklir í eignarhaldi þeirra. Við sjáum líka að fjárfestingasjóðir á vegum bankana eru að reiða sér til rúms í eignarhaldi fyrirtækja. Þeir geta oft á tíðum verið flóknir og skapað óskýrleika í eignarhaldi. Eigandastefna lífeyrissjóða með mismunandi hætti og það má velta fyrir sér eigandaaðhaldi stærri fyrirtækja við það eignarhald sem að hér að þróast. Þetta endurspeglast líka einhver leyti í viðhorfum stjórnenda fyrirtækja sem að telja að dulin yfirráð banka í atvinnulífinu sé ennþá talsvert mikil. Það er líka fróðlegt að sjá að það er mikil andstaða í könnunum okkar við eignarhald lífeyrissjóða í óskráðum fyrirtækjum í samkeppnisrétti. Förum nú í lokinni yfir skilaboð samkeppniseftirlitsins með hliðsjón af þeim niðurstöðum sem hér er lýst að framan. Að mati samkeppniseftirlitsins er það einfaldlega þannig að samkeppni er veigamesti einstaki þátturinn til þess að stuðla aukinni framleiðni. Við leggjum ríka áherslu á samkeppni vegna þess að það skapar aga í rekstri fyrirtækja, leiðir til nýrra hugmynda, nýsköpunar og tækninýjunga og stuðlar að hagkvæmri nýtingu framleiðslu þátta. Allt þetta leiðir til aukinna framleiðni og það er auðvitað þannig að þessa kjarnastefnu hefur skapast víðtæk samstaða á liðnum árum. Samkeppnishindranir draga úr framleiðni í hagkerfinu. Það eiga sér ýmsar birtingarmyndir og það eru margir sem að þurfa að koma að því að tryggja að samkeppnishindranir sé ekki til staðar. Samkeppnisyfirvöld eiga að tryggja að fyrirtæki misnoti ekki markaðsráðandi stöðu sína og stundi ekki samráð. Það þarf að tryggja aðgang að innviðum á ýmsum mörkum. Það þarf að passa upp á að það sé auðvelt að flytja sig á milli þjónustuaðila eða seljenda eins og til dæmis á fjármálamarkaði. Og löggjafinn og stjórnvöld þurfa að passa alveg sérstaklega upp á reglusetningu og því hvernig svona tolla fyrirkomulag og öðrum hlutum er fyrirkomið. Niðurstöðurnar hér að framan gefa vísbendingar stöðnun í hagkerfinu
og veika samkeppni. Þetta leiðir óneitanlega hugan að týnda áratuginum í Japan. Við eigum það sammerkt með því ástandi sem að þar var að hér mikil skuldsetning, óásættanleg arðsemi fyrirtækja, eignarhald óskýrt og eiganda aðhald ekki nægilega traust og fjárfestingahvatar og fjárfestingatækifæri á skornum skammti. Það full ástæða til þess fyrir okkur að velta því fyrir okkur hvort að við stöndum hér frammi fyrir 10. áratug eins og tala var Japan í kjölfari efnahagslagðarinnar þar í byrjun 10. áratugarins. Þær aðstæður sem við drögum fram í þessari skýrslu kalla á það að við hugum í alvarlega að því á hvaða leið við erum. Erum við á leið verndarstefnu þar sem við lokum mörkum og hindrum samkeppni? Hugsanlega með þann góða ásetning að vernda innlend störf og vernda innlenda framleiðslu, en með þeirri afleiðingu að það dregur úr hagvexti. Það er að okkar mati alveg augljóst að það er bara ein leið sem er fær og heillavænleg til lengri tíma litið. Það er að opna markaði og efla samkeppni. Það gerum við með því að draga úr aðgangshindrunum, fá fleiri þáttakendur inn á markaði, meiri fjölbreytni, fá fram stærri markaði, betra verð og betri þjónustu. Þannig náum við upp hagvexti að nýju og eflum atvinnulíf og efnahagslíf til framtíðar. Hér fyrir skýrslunni fórum við yfir þá stefnumörkun og þau skilaboð sem að Samkeppniseftirlitið hefur lagt fram við endurreisn atvinnulífsins og endurskipulagningu fyrirtækja. Það er ekki úr vegi hér í lokin að skoða hvernig til hefur tekist í því efni. Það eru vísbendingar að fleiri fyrirtækjum hafi verið bjargað en skynsamlegt var. Samkeppniseftirlitið lagði áherslu á það í upphafi að einungis hægt að koma rekstrarhæfum fyrirtækjum til bjargar. Það hefur vissulega dregið úr skuldabyrði. Enga síður eru vísbendingar það að taka þurfi frekar til og sum fyrirtæki þurfi að fara aftur í gegnum endurskipulagningu. Stór hluti endurskipulagðra fyrirtækja er ekki rekinn á eðlilegum arðsemisgrunni eins og mikilvægt er við endurreisn atvinnulífsins. Í meginatriðum hefur gengið vel að koma fyrirtækjum undan beinum yfirráðum bankana, en áfram þarf að hafa vökult auga fyrir því hvort að bankarnir fari með dulin yfirráð í gegnum slæma fjárhagsstöðu fyrirtækja sem að þeir lána til. Bankarnir hafi í langflestum tilvikum leitast við að fara að skilyrðum eftirlitsins hvað varðar það að reka fyrirtæki undir yfirráðum þeirra sem sjálfstæði keppinauta, þó þar sé auðvitað einhver afbrigði frá. Og að síðustu verður áfram að leggja áherslu á að taka verði hagsmuni neytenda og samfélagsins fram yfir hagsmuni einstakra fyrirtækja. Láta ekki þann sanngirnis vanda sem að fyrirtæki eðlilega benda á ráða einvörðungu för, heldur horfa líka til lengri tíma til hagsmuna neytenda og samfélagsins að því að taka hér vel til og koma fyrir mörkuðum á rétt ról og efla samkeppni. Grænuljósin á þessari síðu eru ennþá allt of fá og það er mikið verk óunnið. Samkeppniseftirlitið kallar alla hlutaðeigandi til samstarfs það og þakkar fyrir sig.